og situr hann beint á móti mér. Sveppa Lingunum, ertu velkominn. Takk fyrir maður, síkáta kjötbólan. Síkáta kjötbólan, vel skeggjaður í lopapeysu og nýkominn af fjöllum. Ó, já, gæti minn. Hvað, varst að lappa upp á Esjunni í morgun? Já, gæti minn. Þetta eitthvað nýtt hjá þér, svona fjalla-eyvindur eitthvað? Nei, þetta bara, þú veist, það var ekki þegar við vorum pjakkar vetrarfrí í skólum. Nei, er það komið núna eða? Nú er það vetrarfrí, þannig að börnin eru bara hangandi heima og... Mamma fær líka gott vetrarfrí í vinnunni, þetta er eitthvað nýtt sem er búið að tróða það inn. Vetrarfrí, ég var alveg til í gott vetrarfrí. Já, solid, við erum að tala sko... Hvað fá krakkarnir langt vetrarfrí í skólanum? Frí fimmtudag, föstudag, mánudag, þriðjudag. Alvöru station helgi maður. Já, vangið sko. Og er þetta bara í öllum bekkjum eða? Þetta er allstaðar sko, út allt land. Ok, glæsilegt, við óskum öllum til hamingju með vetrarfríið, þið sem eru vetrarfríið að hlusta. Já. Vonandi hafið það kósí vetrarfríun eitthvað. Það er sniðut að fara på Esjuna. Já, var þetta kósí? Ertu fann að labba svolítið upp á fjallu eða? Nei. Ég er alltaf ánægður þegar maður er búinn sko. Já, ég hef einu sem labbaði á Esjuna. Það var fyrir einhverjum 2 árum síðan eitthvað. Það kom mér nú alveg óvart, ég myndi ekki nenni þess. Þetta er svo innilega ekki ég sko. Nei. En þetta var bara kósí, ég labbaði upp á þessum stein þarna. Já, einmitt. Fórstu eitthvað lengra það eða? Nei, ég náði því ekki einu sinni núna sko. Nú, ok. Ég var með barn á bakinu og 2 önnur og svo, veist, það var 10 börn sko. Það var alveg hópur. Þannig að það var bara nesti og stemming, skilur. Voru það þín börn eða bara einhvern sem þú kynntist þarna í göngunni eða? Já, ég ætlaði 1 og við endum 10. Já, þú og krakkarnir. Já. Við erum með Veistland ykkur í dag, kæru hlustendur. Það er þéttur og, já, skemmtuleg þáttur framundan. Við ætlum að byrja hér með nýja lið og eftir sem að Jánar heldur eftir að ræða hans við Sveppa. Já, hann er steiktur. Það heitir Símtal með Sveppa. Já. Það er einhver heppin hlustandi sem við ringjum í hérna úti og hann fara að tala við hinn eina sanna hér á eftir. Og já, ég kem betur inn á þetta eftir, það gæti orðið grilla. Svo erum við með Sturla staðreyndir á sínu stað. Hlustar á þáttin í gærsveipi? Ekki allan. Ég kom með nýjungnafla í Sturlunum staðreyndum. Já. Ein staðreyndin er búin til af mér og ég lok Sturlara staðreynda og þú að giska hvað af þessu var ekki satt. Baby. Hvað heldur þú? Ég er að setja Sturla staðreyndar á nýtt level með þessu. Fullt af fólki gæði sem var rosalega ánægt með þetta. Já, ég er til í þetta. Þetta er spennandi. Þetta hljóma vel. Svo ætla ég ekki að hringja mömmu mína þennan þriðjudaginn. Við ætlum að gefa henni aðeins lengra frí. Við erum búin að vera að böggana svolítið upp á síðkast. Ég ætla að hringja pappa. Já. Og það ætlum aðeins að ruggla í honum. Já, ég er að spája að henda sko, pappi, hann er feimnari mamma mín held ég, sveimi þá. Og honum finnst bara allt svona óþægilegt. Já. Allt sem að kemur að fíblaskap og ég veit ekki alveg hvaðan þetta kemur hjá mér, þessi athyglisýki. Nei. Hún kemur alltaf ekki frá pappa mínum. Og ekki mömmu. Og ég held sko að þetta verði óþægilegur fyrir hann heldur nokkuð tíma fyrir mömmu þegar við syngjum í hana. Já. Og það sem ég ætla að gera við pappa eftir, ég ætla bara að henda honum beint í hraðaspurningar. Já. Sjá hvernig hann tekur því. Byrjaði svona að tjatta við hann. Já, ég næði honum svona comfort zone-inu sko. Já, og svo allt í einu. Já, og svo ætlum við að vera með það sem heitir ógeðsleg könnun. Hún er kannski ekkert ógeðsleg en við höfum verið að velta því fyrir okkur hérna bara hvernig svona bull verður til eins og í Sturlunum staðreyndum öðru. Þeir eru alltaf með einhverjar svona staðreyndur þetta og hitt þegar kemur að kynlífi og annað. Og við ætlum bara að prófa að hringja í einhver Íslendinga. Eitthvað random númer. Bara einhver random númer og spurja bara, herru, hvað er, fermingabróðin stór og hvað stundar kynlíf oft í viku og svara Íslendingar þessu. Já, taka þátt í svona sko. Ég er nefnilega ekkert viss, en það gildir að sama þar og með pappa, við þurfum að veiða á svolítið inn í þetta, vinna upp traust, spurja bara kaust helgina og... Já, vinna upp traust og brjóta það. Og negla svo í viðbjöðin. Já. Þetta er svona eins og leiki falli myndar. Já. Þú varst aðeins að ná fólkinu á þitt band. Svo erum við með lagi á leiðinni heim og fleiri fasta liðir. Þannig að það verður hellingur að vera hérna hjá okkur í dag. Hvernig var helgin, hefur Krull? Hún var ljúf, fór í bústað og grillaði nautalund. Já. Bara kósi. Og kósi lífhjöðar alltaf. Ændislegt. Hvar varstu við bústað? Ég þarf að fara að komast á eitthvað old school landafyllir í. Já, bara í Breiðholtinu. Bara í Krafkaland og beint í Arnarbakkan. Er það svolítið dautt? Landinn? Já, ég veit nú ekki hvernig það er. Ég er svo gamall, maður er 35 sko, maður heyrir ekkert með menn hljóta nú vera að brugga. Já, það væri eitthvað steikt við að þú væri með landa. Já. 35 ára gammal. Já, maður kemst í ríki, sko. Já, það þú mátt versla. Ertu gammal landasali eða? Nei. Var alltaf svo slæmt? Nei, en maður þekkti marga, góða. Já, áttu eitthvað nöfn? Já, Þór var náttúrulega mjög harður. Sleppið að ræða landan, fáum hér, söngkonuna Adele sem er nýbúin að eignast, strák, eignast barn helgina. Hérna nú með lagið One and Only og svo er það slúður dagsins. Ljúfi tónar hér hjá söngkonunni Adele. Já, þetta er yndislegt. Já, þetta er fallegt lag. Þetta er lagið One and Only.
Og mikið spilað hér á FM, enda flott lag hér á ferð. En það hins vegar komið að slúðri dagsins og ég spyrði Sveppi, ertu klár í slúðurpakka? Já, ég spenntur sko. Já, ég ætla að byrja slúðurpakkan á manni sem hefur nú ekkert verið mikið í slúðrinu, held ég bara síðan, ætla að segja ekki, svona 1990 sem hann var síðast í einhverju slúðurpakka, hann heitir Chevy Chase. Já, hann vist ekki dáinn, hann að leika núna í þáttum sem heita Community og hann núna í smá veseni og gæti orðið það getur verið rekinn úr þessum þáttum sem leiðilegt því að hann nú ekki verið að vinna mikið upp á síkastikreið en hann splæst í N-orðið núna í vikunni á setti og það náttúrulega ekki fallegt á honum en hann var eitthvað ósáttur þarna og fleigði þarna í þetta orð sem En hann hefur ekkert verið að reyna að vera fyndinn bara eða? Nei, hendur í þetta og ætlar að vera fyndinn á setti Nei, Emma er ofta að reyna að vera fyndinn og það mistekst sérstaklega fyrir svona manni sem mig sem alltaf eitthvað að reyna að vera fyndinn Svo klúrar maður og þá getur maður lent í apaskít sko. Já, ég veit að hann að lenda í því núna og það sem kemur eiginlega mest óvart í þessu slúðri að Chevy Chase ennþá að vinna þessi gaurreyndar algjört legend og hefur leikið í Fletch og fleiri stórkostlegum bíómyndi og mikill aðdáðandar náttúrulega Christmas Vacation bara einn besta jólamynd allra tíma Já, og bara Vacation myndirna sko Já, og stórkostleg leikarinn hann í einhverju vesinni greið og vonum við bara að þetta blessist allt hjá hann Já, ekki nógu gott sko Ég fjallaði hana Kristín Aguilera í gær við ræddum hana hér við Sóli Hólm en það er verið að bjóða henni 360 milljónir króna fyrir að vera andlit eða svona stefnumótasíðurnar skal ég segja Big, hvað heitir þetta aftur? Þetta heitir The Big and the Beautiful Já og hún orðin svona big? Já, hún þetta er myndað henni hún lítur svona út í dag Já, flott maður Já, hún lítur vel út kom með svona curves og svona pínu svona, hvað segir maður, bomba eða bolla bara kona en það er smá hængur á við vorum að segja frá þessu í gær og hún ekki búin að gefa svar hvort hún ætla að vera andlit þessara síðu en nú umbóðsmaður hennar að spyrja hvað gerist ef hún grennir sig svo aftur og þetta er vist einhver 30 ára samningur og það er $1 million bara á ári þannig að ef hún ætlar að klára þennan samninga þá má hún eiginlega ekkert vera að grenna svo mikið næstu 3 árin hvað það er næs maður það var svona næs þegar bara einhver gæi segir bara heyrðu þú verður að vera feitur ekki máli gamli nú annars færði ekki þess að 360 milljónir ekki máli gamli svein með þá, maður myndir nú feita sig fyrir 360 milljónir og hún með þess að líti bara alveg ágætt út hann vildi reynda meina hann Sóli Hólm og var hrikalega sjoppulegi framann og honum finnst hún mála sig og mikið sko hann kannski svolítið til í því Já, sko, það er mjög erfitt að dæma svona út frá bara einhverjum myndum sem hún sér á netinu, sko. Þú veist ekkert hvernig hún er. Adele neitaði þessu. Hún vildi ekki vera andlit síðunar. Já, ok. Það var búið að bjóða henni það. Já, ánægð með hana. Já, og svo ætla ég enda slúðurpakkan hér á Jay-Z og Beyoncé Knowles en þau eru alveg brjálu núna því að þau fengu ekki engaleyfið á Blue Ivy. Þau skýrðu, dóttur sína fyrir rúmi ári síðan, skýrðu dóttur sína Blue Ivy og ætluðu að fara að byrja með svona baby clothing, svona barnaföt og fleira undir nafninu Blue Ivy. En þau máttu ekki fá engaréttin á því því að það er einhver Veronica Alexandra sem er 32 ára sem á réttin á Blue Ivy því að hún með eitthvað svona Boston Wedding Planner. Hún skipulega ekki brúðkaup í Boston og hennar fyrirtæki heiti Blue Ivy Þetta er eitthvað sem að þú getur nú verið bara búin að komast að áður og skýri barnið þetta sko Já, ég meina, skýrur barnið þetta því þú ætlar að reyna að búa til eitthvað vörumerki úr því Einmitt, svo það náttúrulega Erst þú að fara að byrja með eitthvað svona fatamerki sem heitir Þórdís kalla? Nei, Thought Cow Finnst þú það á barnafötum Nýjasta lína frá Thought Cow Já, og svo er alltaf krakki bara 8 ára og allir í bekknum bara í fötum með nafninu Þetta er svona Þetta er kjánalegt Þú veist að henda bara æsku bassins í rusli Nei, rólu, við viljum ekki tapa okkur hérna en þetta er steikt og þetta var ekki þéttur slúðupakki í dag Nei, það var ekki geðugur sko Nei, en við skulum fara hér í örstuð skilabóð og svo ætlum ég að byrja með nýjan dagskrali þannig að ekki missa honum, ert þú tilbúin í hans veginn? Já, bara drottið minn dýri Þetta verður skemmtilegt Í dag er ofurdagur 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum Nýttu daginn vel, Orkan Ok Gerðu leikinn skemmtilegri Tippað á lengjuna 1x2 við tippum Óttar bendir hér, OB Það er sem sagt 15 króna afsláttur af lítranum í 10. hvert skipti sem dælt er 25 lítrum eða meira með OB-lyklunum
Afsláttur allan hringinn. Með OB-lyklum. Þú kaupir 4 en færð 6 fernur af hleðslu með súkkulaðibragði. Þú átt að skilið. Lífið er æfing. Taktu á því. Við bjóðum frábært úrval af dekkjum og geymum sumardekkin á dekkjahóteli fyrir þá sem vilja. Rendu við hjá okkur þegar þér hendar. N1 meira í leiðinni í allan vetur. Stöð 2 bíó í kvöld, 10 bíómyndir, War Games, The Dead Con. The city is gonna die, Will. Our families are there. We have to stop. Stöð 2 bíó fylgir frítt með áskrifta Stöð 2. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. 957, hann situr þetta með hliðina með Sverrir Þór Sverrisson, betur þekktur sem Sveppi, barnastjarna, sjónvarpsstjarna og já, þú ert búinn að gefa út geisladiska. Já, drótti minn. Þú ert búinn að leika í leikritum. Já, betur fyrir þér. Já, það er ekkert að þig tekið, þú ert með stærri nöfnum á Íslandi, Sverrir. Já, við getum orðað þetta þannig að þrátt fyrir ungan aldur þá er hann hókinn af reynslu. Já, Sveppi Krull. Og veist, litli sveppur allra landsmanna. Og ég held að sé hellingur að liði hérna úti á Íslandi sem væri rosalega til að fá að tala við Sveppa. Þannig ég ætla að fara núna í leikinn. Til hamingju, þú varst að vinna þér inn símtal með Sveppa. Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að taka hérna upp síman og bara stimpla inn eitthvað. Bara eitthvað númer. Flesti sem vilja tala við mig er annarkvort að bleiu. Skilur þú? Má sjá, ég er bara búinn að stimpla inn eitthvað númer. Halló? Já, góðan daginn, hver er það? Jón Einarsson heiti ég. Jón Einarsson, gott sæll og blessaður og verður velkomin í dagskrárliðinn til hamingju. Þú vannst þér inn símtal með Sveppa. Til hamingju, þú ert búinn að vinna þér inn símtal með Sveppa. Hvað ættu að spyrja hann? Með Sveppa? Já. Komdu sæll og blessaður, þetta er Sveppi hérna. Já. Já, þú máttu bara láta dæluna ganga. Og hvað veist þú? Það er nú ýmislegt sem ég veit, vinnukær. Heldur þú það? Þú ert búinn að vinna þér inn, samtalið mig, allir minn. 2 mínútur, þannig að bara láttu flakka. Hvað viltu vita um hann? Sveppa? Já. Ég hef nú engin sérstakann áhuga að vita eitt eða neitt um hann. Ég segir nú bara alveg svo er. En þú hefur 1,5 mínúti eftir, láttu flakka, þú vilt spyrja kallina að einhverju. Þú dast í lukkupottin. Já, ég held að þetta sé nú engin lukkupottur. Þetta er ekki náðu góttrið því, Sveppi, hann hefur engan áhuga að tala við. Nei, ég hef engan áhuga að tala við svona skrípakalla. En þú mætti spyrja það hverju sem er, hvað myndir þú spyrja hann? Skrípakallinn? Já. Já, ég get spurt hann að því hvað hann er búinn að labba á mörg fjöllum dagana. Já. Ég gekk á Esjuna. Já. Í morgun. Í morgun? Já, það er dagsatt. Það er dagsatt. Já. Og svo var ég inn í Skorradal síðustu helgi og gekk þar upp á fjall þar sem ég man ekki hvað heitir sko. Nei. En svo labbaði ég nú Leggjabrjót í sumar. Já. Það var indíslegt. Já. Þú átt 30 sekúndur eftir. Já. Og svo gekk ég nú einu sinni upp á Helgafellið. Já. Já, þú hefur verið bara helvíti góður í fjallgöngum. Já, þetta spannar 10 ár. Já. Þetta spannar 10 ár, sko. Já. Er eitthvað meira sem þú vilt vita um kallinn? Bara látum dæluna að þú ert í lukkupottinum. Er ég í lukkupottinum? Ég veit ekki hvers lukkupottur það getur verið. Ertu búinn að sjá Algjör Sveppi og Leitin að Villa? Nei. Ertu búinn að sjá Algjör Sveppi og Töfraskápurinn? Nei. Ertu búinn að sjá Algjör Sveppi og Dularfulla hótelherbergið? Nei. Þú hefur séð bíómyndina Astrópíu sem ég leik í? Nei. Sástu leikritið Kalli á þakinu? Já. Glæsilegt. Já, þú ert í lukkupottinum. Til hamingju með þetta símtal, vinnur, og hafðu það sem allra best. Sömuleiðis. Ok, vinnur. Já. Bye. Já, þetta var, símtal með Sveppa og... Þetta er eitthvað númer sem þú hringir oft í, örugglega. Ég get svo svarið að ég stimplaði bara inn eitthvað, 822 eitthvað bull.
Ég veit ekkert hvað þetta er. Þú voru að geima þetta númer, þetta er hress kall. Já, hann var mjög hress, hafði ekki mikið áhuga á þér, en vissi hver þú varst. Skrýpa, þetta er ekki skrýpakallinn. Þetta er sem var grjótharður. Æðislegt. Þetta er dagskrárliður sem verður með alla þriðjudaga, það er nokkuð ljóst. Já, það eru Blöndal og Sverrir Sverrisson sem eru með ykkur hér á FM 95 Blöð. Nú, það er eitt og annað framöndan og það er eitt og annað búið. En það sem öllu skiptir er hvað er að gerast nákvæmlega núna og það er bara eitt. Dömuna herrar, sturlaðar staðreyndir. Það er rétt hjá Sveppi, það er komið að sturluðum staðreyndum og eins og í gær. Þetta er leikur sem að bæði þú og hlustendur geta tekið þátt í. Það er ein sturluð staðreynd sem ég hef búið til sjálfur og þú áttir hann að giska svo hér í lokin. Við förum ekki, þú segir ekki þegar, sem sagt, ef þú fattar það, þá ætti ekki að segja strax og það segja í lokin. Þannig við ræðum alla fréttinar fyrst, eða staðreyndinar fyrst. Ertu klár? Já, ég er til. Ok, þá byrjum við á fyrstu sturluðu staðreynd dagsins. Já. Það er að klappa ketti lækkar blóðþrýstinginn, bæði hjá þér og kettinum. Já. Það er að gera að vera eitthvað mikið stressað núti eða hár blóðþrýstingur að klappa bara ketti. Ég get lofað því að það lækkar ekki blóðþrýstinginn á mér að klappa ketti. Sveið mig þá. Já, þú veist ekkert um það? Jú, ég hef alveg klappað ketti. Já. Ég róaðist ekkert við það. Já, það er kannski, finnur það ekki beint, það kannski lækkar eitthvað mögulega. Já, þetta er kannski ekkert eitthvað svona sem að finna alveg hú. Nei, ekkert eitthvað bara álæðislega stressað, bara búin að skýta á þig og álega setni í vinnuna bara og sér kött og stoppa bíluna. Já. Það gengur illa í gambling, þá erum við að gera að köpa sér kött bara. Það er ekkert skrítið, vondikallinn í James Bond, hann var alltaf með kött. Góð, vel gert. Það var hann sultur róluðum. Já, hann var að lækka blóðþrýstinginn á sér. Svo er það hérna næsta, í Samoa er það glæpur að gleyma afmæli konuðinnar og þú ferð í fangelsi fyrir það. Ég er ánægður með með þetta land. Þetta er þannig í Afríku eða ekki, Samoa. Það ekki? Glæpur að gleyma afmæli? Já. Ok. Það á líka bara að vera þannig. Þú áttu mun afmæli konuðinnar. Já, þú gleymið þið bara einu sinni. Já, nákvæmlega. Svo er það næsta. Kona eyðir 2 árum á ævi sinni fyrir framan spegil, en karlmaður eyðir 6 mánuðum á ævi sinni fyrir framan spegil. Sturlu staðurinn. Já, konur eru með 2 ár, passar þetta ekki. Svo eru náttúrulega reyndar nokkri pappakassar sem eru alveg mikið fyrir framan spegil og konur. Egill Einarsson hérna, sem er með mér á föstudöfum. Ég held að hann sé ekkert minna fyrir framan spegil heldur en flesta konur landsins. Enda er hann ekki karlmaður? Hann er svona, Hann er freak of nature. Hann er alltaf mikið framan spegil. Hann hatar ekkert að tjekka á vöðunum. Nei. Svo til dæmis, hann var að segja mér síðasta föstudag, þá var hann nýbúinn að koma mikilvægast að fundi ævi sinnar. Af því hann ætlaði að fara að breyta klippingu. Hann var á fundi hjá Robba í Carter. Hann hættur að strípa sig. Hann sagði þetta í útvarpinu. Ef ég gæti Lamigils, þá myndi ég berja hann, sko. Ég myndi óska, ég er að pæli að pumpa mig upp bara eingöngu til þess að geta snúið það niður. Hann sagði við mig rétt áður komið inn í einu einkomuna, herðu, ég var nú bara komið inn mikilvægast að fundi æfina, svo bara hætti tónlistin, ég bara, hvað var þessi fundur? Þá var það einhver fundur með Robba í Carter út af að hann var hættur að strípa sig. Jæja, svo er það næsta, karlmenn hugsa kynlíf 19 sinnum að meðaltali á dag, en konur 10 sinnum. Já. Eru karlmenn að hugsa kynlíf 19 sinnum á dag? Hvenær þá? Ég hugsa, hvað er klukkan núna? Klukkan svona 4:30. Ég er mestalagi 2 í dag. Ef það nær því, nei. Hvenær átti ég að vera að hugsa kynlíf? Já, ég held sko, ég ætla nú ekki að reyna að vera dónalegur eða neitt sko. Nei, og hvað varstu að hugsa upp á Esjunni þú varstu að finna 10 börn? Nei, hvað ætlar að fara að segja? Nei, ég meina, sko, þú kannski veist ekki einu sinni af því þegar þú ert að hugsa kynlíf. Já, heldur það. Og fattir það ekki alltaf? Nei, þú bara sér konu, lítur á rassin á henni, heldur áfram að vinna, eitt skipti. Ok. Þú sér einhverja konu, flotta buxur, gaman að klæða. En þá er ég ekkert endilega að hugsa kynlíf. Nei, svo sér maður konuna sína, flottu bíll, flott kona, flottu bíll? Nei, eitthvað bara, þú veist, ég er bara að hugsa upp á hérna, sko. Ok, svo er það næsta. Því meira sem þú rópar, því minna prumparu. Sturlu staðreynd. Já. Það var svona að rópa hérna aðan, það er kannski gott fyrir mig bara. Svo er það næsta. Ef maurar væru jafn stórir og manneskjur, að þá gætu þeir hlaupið 2 sinnum hraðar en Lamborghini kemst. Þetta fannst mér áhugavert. Ég hugsa líka að þú myndir sjá maur sem var jafn stór og manneskja, þú myndir skýta í þú úr hæslu. Já. Það er bara þannig. Hvernig heldur það með að liði hérna Hanja Strength the Kids? Já. Hvað veist, pældi í því? Það væri viðbjör, sem betur fyrir það ekki sönn saga. Svo er það fílar geta dáið úr ástarsorg, Sturlu staðreynd. Ég hef verið með þessa áður, sko. Já, þessu komið áður. Fílar eru bara svo áhugaverðir, ég vildi hendin aftur að inn. Já. Spáði að sjá fíl bara, að deyja úr ástarsorg. Já. Það er svona eins og ef þú verður að standa í skilnaði.
Nei, þetta er svona babyfíll. Svona sirkus. Já, svona sirkusfíll. Svo það hérna næsta. Lesbíur hlaupa hraðar en gagnkynhneigðar konur. Sturluð staðreynd. Nei, okkur ætli það sé. Hlaupi hraðar heldur en gagnkynhneigðar konur. Já, svo næsta. Beljur, þessi æðisleg. Beljur eignast bestu vini og stressast upp þegar þeir eru fjarriðum. Þegar þeir eru fjarriðum. Jú. Hversu krúttlegt er það? Beljur eignast bestu vini. Það er bara svona að þú sér svo að beljan er eitthvað stressast upp, það er bara, þetta hann er greinlega besta vinkoninnar, eða eitthvað svona. Nei, ég trúi þessi. Þetta er bara sturlu staðreynd. Rosalegt. Svo það síðasta, meðal brjóstaraldari endist í 180 daga. Ekkert rosalega áhugavert, en ég ákvað hendis þetta með. 180 daga? Þá er spurningi Sveppi, hvaða sturla staðreynd? Endist brjóstaldari í 180 daga? Hver er það, eða svona meðaltali? Já, meðaltali, já. Hvað heldur að hefði kjaftaði? Þetta voru sturlaða staðreyndir. Já. Eitt af þessu er ekki satt, hvað heldur að sé? Nú eru margir að núti að hugsa, ég held að þetta við eru rugl. Hvað heldur þú? Ég er með tvennt sem kemur til greina. Ok. Sem er rugl. Já. Ég held að það sé annarkvort það að það sé glæpur í Samoa að gleyma afmælisdegi konu sinnar. Ok. Eða að lesbíur hlaupi hraðar en gagnkynhneigðar konur. Það er annarkvort þessara held ég, sko. Ég skal gefa það að þú ert á réttri leið. En hvort er kjaftaði? Hvort er glæpur að gleyma afmæli konu sinnar í Samoa og þú verður fangilsi fyrir það, eða hlaupa lesbíur ekki hraðar en gagnkynhneigðar konur? Já. Viltu svar? Já, ég vil svar. Ég bara, ef ég væri með byssusting á haustum á mig, sko. Já, hvort myndir þú svara? Ég myndi svara því að það væri algjört kjaftaði að lesbíur skuli hlaupa hraðar en Andskotinn, það er rétt hjá þér. Sóli var líka með rétt. Við ætlum að fara að heyra í örstuð skilabóð og svo ætlum ég að hringja í pappa. Andskotinn. Dekkjadagar á FM 957 með Dekkjahöllinni. Nú þarf að huga að dekkjaskiptum fyrir veturinn. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfelgun og eða dekkjaumgang á bílinn. Við hvetjum til að skráðu til leiks á heimasíðu FM 957. Heiðar Austmann dregur út vinninga á hverjum virkum degi til 27. október. Mánudaga til 50 daga gefum við eina umfelgun á dag og á föstudögum gefum við nýjan dekkjaumgang undir bílinn ásamt 30.000 króna bensínkorti frá OP. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval gæðadekkja á betra verði á þjónustustöðum sínum á Akureyri, á Egilsstöðum, Skeifunni 5 og nú einnig í Skútuvogi 12. Dekkjadagar á FM 957. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Hæ, Jón Jónsson hér, tónlistarmaður og hagfræðingur. Ég verð með fræðslufundum peninga fyrir fólk á framhaldsskólaaldri í Arion banka í kvöld. Ég ætla meðal annars að tala um markmiðasetningu, mikilvægi þess að velja og hafna og svo spila ég nokkur lög í lok fundar. Pizza í boði og allir í fíling. Nánar upplýsingar og skráning á arionbanki.is. Læturðu þið dreyma nýjan snjallsíma? Komdu í verslanir okkar í Smáralind, Kringlunni eða Glerártorgi og þú fær 10 gigabæta notkun með. Og það á stærsta 3G-neti landsins. TAL. Svona á samband að vera. Væri það nú ekki algjört þjóðráð að spila í Víkingalottóinu? Potturinn stefnir í 2,2 milljarða. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58-12345. Er þú fjárfestir framtíðarinnar? Taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum VIB fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu þig til leiks inn á vísir.is. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaðu daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is.
Evanescence, eða ekki? Það skiptir engum maður, þetta var geðveikt lag. Já, þetta lagið Bring Me To Life og mér finnst þetta mjög flott. Þið að hlusta hér á Auto og Sveppa, verðum með ykkur til 6 í dag. Það styttist í að við hringjum í pappa minn sem líklega feimnar en mamma mín. Ég ætla að henda á honum hraðaspurningar, geti orðið áhugavert og svo það vonda könnunin. Við ætlum að, bara henda á einhverju hérna út í samfélaginu, spyrja út í fermingabróðurinn annað því að við vorum nú að koma úr sturglum staðreyndum. Við vorum átt að hugsa, við hefur að hugsa bara hvernig svona kannanir verða til og er fólk til í að svara þessu. Og við fáum bara að komast að því eftir. Ég meina, er fólk tilbúið að svara hvaða stundar kynlíf oft í viku og þykjumst þér að hringja frá einhverjum háskóla eða eitthvað? Já, það er mjög áhugavert. En talandi sturglaða staðreyndir, hvernig fattaðu að það væri kjaftað að lesbíur hlaupir hraðar en gagnkynhneigðar konur? Ég veit ekki, það er líklega bara 10 ára samstarf sem að gaf það upp í, sko. Já, Sóli fattaði líka í gær og þá kom Tente greina. En fannst þér ekkert, sko, ég ætlum ekki, sko, ef að Maura var jafn stórir á manneskjur og geti hlaupir hraðar heldur en Lamborghini. Ég ætlum ekki, sko, að það væri kjaftað. Nei, þú ert ekki svona flókin maður. Það er ok. Challenge accepted. Hvort leið bara að hafa þetta mjög flókið hérna á morgun. Allt sem að þú varst með, sko, það var leiðu að eitthvað svona einfalt sem að var, það var þetta 20 sekundi greina. Þannig að í Mumbai, Samoa, sko, það var mögulega eitthvað sem að þú hefði getað búið til, sko, að glæpur að gleyma ammælistegi, sko, það er eitthvað svona... En það er greinlega sturglistarinn, það er glæpur. Já, einmitt. Já. En með uppáldið mitt samt í sturglunum staðarindi núna í dag var hérna að Beljur eignast bestu vinni. Já, það er eitthvað ótrúlega fallegt við það. Já, það finnst mér líka. Já, það er satt sem sagt. Já, og ég er nú vinna minna og mér finnst þetta hrikalega gaman að Beljur eins og ég eignast bestu vinni. Þetta séu með svona topp 5 list eins og ég, bestu vinni sína. Þetta skiptir reglulega vinni og fara í fílu, hefur þessi Beljur farið í fílu? Nei, en ég myndi ekki vita hvort hún væri í fílu eða ekki eins og þér. Nei. Og þetta kemur manni bara óvart, sko. Já, þetta er bara skemmtileg pæling hér, hvort þið skiptu, heldur að Belja hafi kannski lent í einhverjum útistöðum við besta vinn sinn og eigi núna nýjan bestan vinn. Já, er þetta þá alltaf Belja sem sem sagt kýr? Það má ekki segja Belja, skilur mig. Já, ok. Mátt bara segja kýr. Kýr, já, ok. Ætli ekki kýr geti átt kind sem er óslega góða vinni hana? Skilur við. Nei, ætli sé ekki bara kýr. Já, þær rotta sér saman. En hvað okkur má ekki segja Belja? Er það eitthvað ljótt orðið það? Já, það er eitthvað svona neikvætt orðið yfir kussu? Yfir kussuna, sko. Mæst ekki þegar við vorum alltaf eitthvað... Fýblast í kuss? Fýblast í kussunum hérna, mæst ekki? Þá mátt aldrei segja Belja, það voru alltaf kýrin, sko. Ég held að Belja verið bara neikvætt orðið og verið að tala um hitkynni eða eitthvað, sko. Já, einmitt, sko. En, já, allavega þegar ég segi Belja, þá meina ég krútlega. Já, einmitt. Ekki ljótið að segja Belja. Belja er bara frábært orð. Já, skemmtilegt. Allavega þá vitið að þeir geta eignast besti vinn og ég þarf að hugsa eitthvað gott fyrir Pétur. Ég veit að Pétur er ekki að hlusta núna, sko. Hann er með mér þetta morgun. Ég væri til í að þeir bæði þú og Sól eru búin að giska á rétt í þessu nýja leikmínum. Já, Pétur á aldrei eftir að giska á rétt. Nei, Pétur er enda svo vitlaus. Hann verður búin að gleyma, ég skal lofa því að þegar hann áfram að rifja upp Sturlu staðreyndirna þá erum við búin að gleyma megninu. Já, en við viljum að fá hérna hins vegar núna, síðasta föstudagslag. Sveppi var að spyrja mig hvað Svessi hefði sungið á föstudaginn. Svessalingurinn. Og þegar ég sá hann að sungi Creep með Radiohead, þá vildi hann virkilega heyra það og ég ætla bara að spila síðasta föstudagslag. Það er Sverrir Bergman og svo Teko á pappa. When you were before, could look you in the eye, just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here?
I don't belong here. I don't care if it hurts. Whatever makes you happy. Whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Auðvitað með ykkur hér á þriðju degi og það ofta á þriðju dögum sem að Sveppir hringir með mömmu mína. Já. Og oft, við erum búin að hringja hérna svona 30-40 sinnum. Já. Við ætlum að gefa henni frí í dag. Já, og gera hann líka síðast. Já, hún á skilið smá frí. Hún á skilið frí, en ég hlakka til þegar hún kemur fersk inn í vetur, sko. Hún pottitt að safna efni núna bara. Já, hún að semja limrurnar alveg hægri vinstri. Liggur undir feldi. Já. En móðir mín ekki mitt eina foreldri. Ég á pappa líka. Já, þú átt nefnilega pappa. Já, hann heitir Kristján Blöndal. Já. Og hann svona eins og mamma mín, frekar feiminn og hefur lítinn áhuga að vera í fjölmiðlum. Já, og minni heldur en mamma. Já. Hann svona, ég segi mig það, ef að pappi ekki feimnar en mamma. Já, og hann finnst þetta alltaf leiðilegt. Já, og bara hefur engan áhuga. Og ég að spáði að hringi hann núna og svona ámðest að segja honum að sé þetta, bara henda honum beint í hraðaspurningar. Já, mjög gott. Já, þannig að hann svaraði bara, ég segi bara, læt bara eins og ég sé að tala við hann, bara hæ pappi og eitthvað svona, nema svo byrjaði bara strax. Ok, og prófa þetta. Og við erum með alltaf svona standard hraðaspurningar, þetta veist, besta bíómynd, besta lið í ensku, í hverju sefur og eitthvað svona. Já, hvernig fórstu síðast í sleik eða eitthvað. Já. Þetta hendur á hann og sjá hvað komist langt með þetta getur fyrir allt í rugl. Já, hann ekki vitlaus á hans í feiminn, sko, ég hugsa hann kveiki alveg. Ég held nefnilega að hann væri vitlaus. En þá þarf hann bara að svara. Já, Kitty Blöndal. Nema sé náttúrulega núna bara í einhverju lokakeppni í bridge. Einhverju bridge-móti? Það hringir allavega. Strax. Já. Pabbi? Já. Hæ, Drauti. Hæ, skan. Hvað segirðu? Bara góður. Nei ekki, hvað það gera? Ég bara heim. Nei, ég bara í vinnunni. Já, ok. Hvað ég ætlaði að tjekka, viltu taka bíó í vikunni eða? Já, ég var að tala við, Mæju. Já. Sko, við vorum fyrst að tala að fara í kvöld, svo var eitthvað dagir í einhverju prófum. Já, ok. Ekki bara taka, það er eitthvað sendipartin í vikunni eða... Jú, endalega, ég til. Já, næstu viku. Hver besta bíómynd allra tíma? Þetta er hvað hýflastími núna? Nei, besta bíómynd allra tíma? Brein automóbíl. Hvað kveikir í þér? Nei, ekki villessu, ég ekki villessu núna. Hefurðu lent í slagsmálum? Nei. Í hverju sefurðu? Nei, það er látt ekki svo. Besti skyndibitinn? Besti skyndibitinn? Er ég einhverju hraðspurningu núna? Erfiðasta andstæðingurinn í britsinu? Jón Baldursson. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýr fyrir valinu? Hundi. Ég reynir ekki. Hvað setur á pizzuna hérna? Pepperoni. Hvaða lið myndur aldrei spila með? Ef þú mættir hitta hvern sem í heiminu, hvern myndur þú vilja hitta? Veit það ekki. Í hverju sefurðu? Ég sef bara í náttúrunum sem allir hinni. Það er ekki að hýflastími. Það þýðir ekkert að hýflastími. Það getur vinnandi Sveppi hérna líka. Sveppurinn þetta með mér? Ég veit ekki gaman að heyra ég um það. Já, þú fórst... Það er lúmskra með það. Smá tíma að kveikja þetta væri þriðjudagar. Það er fjölskyldutími hjá mér í útvarpinu þá. Fjölskyldutími, já. Hvað drekkur á djamminu? Aldrei veitum að bjór, ég verð ekki fullur að bjór, þú veist það. Það reyna sig þetta í dag, sko. Hvað er uppáhaldsnammið þitt? Kókosbollur. Besta Bon Jovi-lagið? Já, ég þekki ekkert Bon Jovi-lag. Jæja, ok. Það er ekki bara fínt. Hvað segirðu? Það er ekki bara gott hjá okkur. Hvernig ástu síðast í sleik? Síðast í sleik? Það var spurning eftir. Ég get ekki fara að segja það svona persónulega fyrir. Nei, ok. Hver er fyndnastur? Auður Blöndal. Átna það ekki, endum á því. Ég heyri betur í það með bíó í vikunni. Kíkjum á þetta minn. Ok. Þetta er að finna sig heilt. Honum finnst þetta bara,
Kókosbollur. En að hafa ekki vitað því að skella bara á. Hann vill það ekki. Hann bara svona, býtu eitthvað, en hann svaraði. Þetta byrjaði ógeðslega rólega. Á hann að vissi af, var hann fann að svara einhvern hraðaspurningu. Þetta var æði. Hann kunni ekki við að skella bara á. Þetta var pabbi minn, Kristján Blöndal. Stórsniður í hraðaspurningu. Ef þú fjárfestir framtíðarinnar, taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum VIB fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu þig til leiks inn á vísir.is. Í dag ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Væri það nú ekki algjört þjóðráð að spila í Víkingalottóinu? Potturinn stefnir í 2,2 milljarða. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta víti! Þetta ástæða fyrir að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Byrjaðu í CrossFit. Aðeins 7.990 krónur á mánuði og engin binding. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza, sími 581 1515. FM 95 blöð á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hér í FM 95 blöð og það komið að svona smá, eða hvað eigum að kalla þetta? Þetta ekki bara svona vonda skoðanakönnun? Jó, það náttúrulega, við höfum lesið upp alveg gríðarlegt magna skoðanakönnunum í gegnum tíðina. Það sem verið að fjalla að meðalstærð lims á Íslendingi svona og svona. Já, og veist, flest dýr sem að menn vilja sofa hjá þetta dýr. Já, eitthvað svona fullt af bara ógeðslegum spurningum. Já, alls konar svona kjaftaði sem bara useless information. Það mikið af þessi sturlugum staðreyndum. Já, og maður velti því fyrir sig hvernig þetta verður til. Já, svona könnun. Já. Þannig að við ætlum að tjekka núna við Sveppi hvort að Íslendingar séu viljur til þess að svara svona spurningum. Já, erfiðum og nærgöngulum. Já, við þykjumst bara að vera að hringja frá háskóla, eða ekki? Já, eða Gallup. Já, Gallup bara. Háskólan eða eitthvað sko. Eitthvað svo leiðis og já, maður svona reynir að lure them into it, skiluru. Já. Maður fyrir ekkert beint í bara hvað tippað stort. Nei, maður þarf aðeins að leiða þetta áfram. Já, og svona aðeins að vinna inn traust. Þetta svolítið svona eins og fallimyndaðil. Já. Þú ert að byrja að vinna inn traust. Já. Og já, svíkja það svo. Já, nafnið sem hefur orðið fyrir valunni hjá okkur í dag, við skulum vinna með bæði konu og kall og við ætlum að leika okkur með Sigurð. Já. Þannig að nú setjum ég bara hérna inn Sigurður. Ok, hérna er meðan Sigurður Hálfdán, pípulagningamestari. Og ekki bara byrja á honum? Jú, endilega. Ætla ég byrja? Já, prófaðu. Ok. Ég er agalegur í öllu svona, sko. Nei, þú ert góður í svona. Ég fæ bara kjánarhroll og langar heim undir sæng, sko. Halló? Já, Sigurður. Góðan sæll og blessaður, Ómar heiti ég og hringi hérna frá Háskóla Íslands. Já. Við erum að gera hérna netta skoðanakönnu, ég ætla að aðtöku þetta með til trufla í 2 mínútur. Tekur enga stund, ok, þakka þér fyrir það. Ég byrja hér á fyrstu, kaustu á laugardaginn? Já. Já, hvað heldur þú takir oft bensín í mánuði? 4 sinnum. 4 sinnum í mánuði. Spilar í lottó? Já. Hvað stundar þú kynmök oft í viku? Þú ert komin mjög persónuleg. Þetta verður nafnlaust. Það er einhvað sem þú vilt ekki svara kannski eða? Nei, ég ætla að passa á þetta bara. Passa á þessa. Hversu langur er forleikurinn hjá þér fyrir kynlíf? Ég ætla bara að passa á þetta líka. Hefurðu stundað kynmök utan dyra? Er þetta eitthvað grín eða? Bara hendur þessu bara öll út. Hvað borðar þú skyndibita oft í viku? Einu sinni. Einu sinni í viku. Hver er svona þinn uppáhaldsskyndibiti? Pizza, hamborgar? Ekki
ekki serrano heldur hérna... Safran? Safran, já. Safran, já. Ertu graðari, sattur eða svangur? Ég ætla nú bara að passa þetta líka. Það er pass. Ertu á föstu? Ég er giftur. Giftur maður. Herru, þá þakka ég fyrir. Já. Ok. Þetta fór ekki alveg eins og ég vildi, maður. Sko, þetta er svona Íslendingur, hann passa bara á það. Hann er núna, þessi Sigurður, pípulagningum maður, hann er fara að taka sér frí þessum eftirlífu dags. Hann er bara að byrja, hvaða kjafta hefur verið í gangi? Herru, hérna erum við með Sigur Adolfsson á Eskifirði. Þetta var æðislegt. Þú talaði við hann, hefða? Mér finnst þetta svo asnalegt. Já, þetta er asnalegt. Hvað, helstu ég var að reyna að vera töff eða? Sigurður? Já, góðan daginn. Halló? Já, halló, Einar heiti ég og er að hringja hérna frá Háskóla Íslands. Já. Ætlaði aðtóa hvort að þú væri til að svara nokkru spurningum. Við erum að gera skoðunarkönnuna svona daginn og veginn í verkefni. Já, ég er nú bara að staða hérna eftir í heilsælning Hveragerði. Já, einmitt. Þetta tekur 2 mínútur. Já, já. Ég ætlaði bara að spyrja nokkra spurninga. Kaustu á laugardaginn síðasta? Það held ég. Já. Hvað heldur að takir oft bensín í mánuði? 3 sinnum. 3 sinnum, já. Hvað stundar kynmög oft í viku? Það er nú misjafnt. Það er 1 sinni. Já. Spilar í lottó? Já, stundum. Öðru hverju? Ég segi bara já. Já. Hvað heldur að limurinn á þér sé langur þegar hann er í fullri reisn? Það er ekki hugmyndum. Horfuru á sjónvarp? Já, stundum. Ertu með Stöð 2 eða Skjá 1? Nei. Hefurðu stundað kynlíf á almannafæri? Nei. Borðarðu skyndibita? Mjög lítið. Mjög lítið. Ertu graðari þegar þú ert sattur eða þegar þú ert svangur? Það eru hvers hvað spurningar er þetta? Þetta er svona bara sitt lítið hverjum daginn og veginn, sko. Já. Ég svara því ekki neitt. Nei, það er líka möguleiki sem sagt, sko. Sefurðu í náttfötum? Já. Og ertu giftur? Já. Já. Hvaða flokk kaustu síðast í síðustu alþingiskostningum? B. Þú kaust B. Hefurðu sængað hjá einhverju öðru en konum? Nei. Nei. Heyrðu, þá er þetta komið. Allt í góðum. Takk kærlega fyrir þetta. Hann var alveg spot on maður. Þetta er eitthvað snillingur maður bara. Hvað það? Þinn svaraði alltaf mun meir en mig. Já, þinn svaraði engu. Þessi var alveg, hann... Já, hann hjólaði þetta. En heyrður, hann var svona miðum aldrei. Já, já. Hann var að heilsuhalni Hveragerði. Þetta er að stunda kynlífinu sinni viku. Þetta er fínt, já. Já, þetta er topp eintak að það fer. Það er nokkuð ljóst. Svona verða að skrýta skoðanakanninu til. Já, það er aldrei að vita með þetta verði hjá okkur á hverju þreitna og Jón Jónsson. Tveir snillingar. Þeir eiga það sameiginlegt þessi menn að það er ekki hægt að hata á. Já, þeir eru snillingar. Eðal tappar hér á ferðinni lagið Froðan og já, það er núna komið að nýjum dagskrálið hjá okkur Sveppa. Splunkunni dagskrálið og allt að gerast. Allt að gerast, maður bling bling. Bling bling, þetta er svona keppni í anda, já sko, ég og Pétur við keppum í karaoke, ég og Hjöppi keppum í flottulega keppninni. Það vantar einhverja keppni í okkur félónum og það sem við Sveppa ætlum að keppa núna er, já, dagskráliðin Eyðilagt lagið. Já, skemmtu lagið. Já, skemmtu lagið og það sem við gerum nú er að við veljum báðir eitt lag. Eitthvað flott lög. Eitthvað svona flott, róleg lög og við eigum að skemma þau. Við fáum sem sagt, já, svona 60 til 90 sekúndir til að eyðileggja lagið og svo hringið þið í 511 og 957 og segið hvor rústaði því. Já, hvor fór verð með lagið. Já. Við erum ekki að fara að syngja heldur, þetta er, sko, þetta geta annarkvæmt orðið mjög skemmtilegt eða mjög kjánalegt, bara eins og margt sem við gerum. Já. Og, já, hvort viltu vera á undan eða eftir Sveppi? Viltu byrja þetta kannski bara? Já, ég skal byrja. Ok, þannig að Sveppi, hvaða lag þú búin að velja þér í skemmti lagið? Ég valdi lagið New York með Alicia Keys. Já, það heitir endur Empire State of Mind, en flott ég er. Já. Ok, og þú fær 90 sekúndir til að eyðileggja. Og svo hringið þið í 511 og 957 þegar ég er búin að eyðileggja mitt lag. Ertu tilbúinn? Já. Þá byrjum við þetta. Það er bara take it away, Sveppi. Þetta er svo Og mínútt eftir. Hvað er? Já, ok. Come on, everybody. Bang, bang. Boom, boom. Everybody in the house, come on. New York. You're in New York City. Made up. Fame.
Oh, babe. Brand you. Inspired you by it. Oh. Þetta agalegt. Það búið að skemma þetta lag. Ég vildi ekki hafa þetta rapp á milli. Ég ekki til eitthvað svona lag sem ekki svona þetta helvitis rapp á milli. Nú vildur þú bara það sem hún að syngja? Já. Já, ok. En þú ert búið með þína 90 sekundur. Já, þetta var ömurlegt. Já. Það er versti leikur sem ég fari í. Ég er hættur. Þetta var allavega, sveppa eðilega sitt lag. Á ég að sleppa mínu? Er þetta erfiðar en við heldum með það? Nei, þetta er ekkert erfitt, sko. Já, ok. Þið tókst nú að eðilega þarna viðlagi, en annars varstu bara anda. Já, það er svo erfitt að skemma rappi, sko. Þegar, ég kem með betra lag næst, sko. Ok, ég hef ákveðið að skemma lagið You Lost Me með Christina Aguilera. Virkilega rólegt og fallegt lag. Þetta er skemmt lag en allt í lagi. Ég ætla að sjá hvernig mér texta eðilega það. Blöndal skemmi lag. I am done. She is done. Smoking gun. Smoking gun, you heard her. We've lost it all. Oh, yes, we have. We've lost it. The love is gone. Where did the love go? Man. She has won. Oh, who won? Who won it? Now it's no fun. Where's all the fun? I missed the fun. We've lost it all. Oh, where did it go? The love is gone. It's gone. It's gone. And we had magic. And it's tragic. Keep your hands to yourself, bastard. I feel like I've been infected. It's been infected with your poison and all your lies. Tell him, Christina. You're neglected now. Þetta ok. Sumt bara betra í orði en á borði. Þetta ógeðslegu dagskalöður, maður. Þetta gæð. Ég ánægð með. Viltu fá hlustendur inn í þetta, eða? Við tökum 2. Já, ok, það bara fyrstur upp í 3 atkvæði. Þetta bara við tökum 2. Já. Það er 511-0957 hvor eyðilaði lagið verð og ég veit ekki Sveppi bara hvort að þessi dagskrárliður eigi heima í þessum þætti en við skulum sjá. Hvor fannst þér skemma lagið betur? Heyrðu, það er svolítið erfitt að segja sko. Sveppi, hann svona valdi kannski ekki alveg rétt að lægi. Nei, ég er sammála. Ég vilja fá rólegar út með rappi, sko. Já, algjörlega. En ég held samt að hann fái mitt stig út af því að þetta var eiginlega bara fyndið hjá Ödda, sko. Já, ok, en ég skemmti ekki eitthvað lagið. Nei, þú skemmti nefnilega ekki lagið. Þú gerði þetta bara svona, já, ég satt bara hérna og glotti, sko. Ok. Já, Sveppi fekk að atkvæði. Hvor fannst þér skemma lagið meira? Tóruðu, sko, ég verði að vera hreinskil, ég myndi bara sleppa þessu, sko, mér leittist bara. Já, þetta er dabur dagskrárliður. Honestly, sko, jú, ég hef yfirleitt mjög gaman af öllu bara sem þið er að gera, ég myndi sleppa þessu. Já, sko, þetta er fyrsta skipti, sko, það er aldrei neitt gott í fyrsta skipti. Jú, ég man eftir því, það var mjög gott. Takk fyrir ekki. Takk fyrir að svara þessum. Ég veist að ég held að ég bara sleppa þessu. Hvað fannst þér, kæri hlustandi? Þetta fer á lista við lélega þetta Veist að ég er sammála. Það er bara svoleiðis. Já, þetta verður ekki gert aftur, þetta var skelfilegt, Sveppi, við verðum bara að hlusta á hlustendur. Nei, það er eitthvað sem við þurfum að passa okkur á. Þetta hljómaði samt svo vel þegar við vorum að hugsa þennan dagskrárliði, sko. Já, þetta fer á svaka slæmslistan. Ok, þá ætlum við bara að sleppa þessari keppni. Það er bara svoleiðis. Takk fyrir að hringja. Já, það er Þú lætur ekki Auðun. Jú, 2 í röð, þú vannst, veistu það, Sveppi, við getum ekki verið að gera meira úr þessum liði heldur við reyndum. Ég held þetta er mjög skemmtilegt, en þetta var það ekki. Já, ég vil prófa þetta aftur næsta þriðjudag. Ég vil gefa þessu sjens. Æ, sjáum til, en allavega við get lofa ykkur, við förum ekki þetta aftur í dag. Já og já, segjum já við 2,2 milljörðum. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Nú er vinningurinn 10 milljónir í milljónaveltu Happdrættis Háskólans. Að auki drögum við út 5 stakar milljónir. Aðeins úr seldum miðum.
Dregið 24. október. Fáðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskólans. Þú ert að hlusta á FM 95. Þetta er söngunan Pink með Blow Me One Last Kiss. Hún hefur komið til Íslands þessi stúlka og var meðal annars í þættinum 70 mínútum á sinni tíma. Alveg rétt, já. Vorum út með hittum hana, ég og Pétur. Pési, hvað varst þú þá? Fengst ekki að koma með til Austurríkis? Ég hef ekki verið í Kalaþakinu eða eitthvað. Já, mikil stemming. Skemmtilega sönguna þar á ferðen. Áður við hringjum til útlanda sem við ætlum að gera hér á eftir. Að þá, við vorum að ræða hérna á henni slúðrunu, Sveppi, að þau fengu ekki engaréttin á nafninu Blue Ivy. Já, vinafólk okkar, Beyoncé Knowles og Co. Já, Beyoncé Knowles og Jay-Z, en það var að koma hérna út núna listi The 12 Most Popular Celebrity Baby Names. Þannig að það er orðið mjög algengt núna í Bandaríkjunum að fólk sé að skýra börnin í höfuð á svona stjörnubörnum. Eins sorglegt og að hljómar. En það er líka því að sko þessi nöfn... Svona eins og ef ég myndi eignast barn og skýra París, af því að Arnar Gauti skýri dóttur sína París. Já, það er nákvæmlega. Það eru hellingur að liða þarna úti sem er búin að skýra það eru kannski ekkert út á hónum. Nei, Bubbi skýrði París líka. Já, París er þetta bara mjög fallegt nafn. París? Já. París er bara stórborg. Já, og barnanafn greinlega. Já, ekki barnanafn, bara nafn. Já, hann verður ekki alltaf barn. Það en við erum náttúrulega með mannanafnanefnd sem að hleypi nú ekkert öllu í gegn. Nei. En ég ætla að lesa fyrir þið svona, 10 vinsælustu nöfnin af núti. Og í fyrsta sæti er nafnið Ivy, sem kemur frá þeim skötuhjúum, Beyoncé Knowles og Jay-Z. Í öðru sæti er Hattie. Hattie? Já, Harry, Tori Spelling hérna sem að lék Donnu í Beverly Hills 90210. Hún skýrði dóttir sína þetta. Hvað er fólk að apa það upp? Ég veit það ekki. Svo kemur Flynn. Orlando Bloom, félag okkar, skýrði son sinn Flynn. Svo Matthew McConaughey, hann skýrði strákinn sinn Levi. Eða svona svo Levi's. Levi? Já, minnst það er alveg ágætisnafn. Ricky Martin, hann skýrði strákinn sinn Valentino og það er í 5. sæti. Það er vinsælustu barnanöfnin. Valentino. Já, og svo er það hérna nöfnin svo Roman og Harlow. Þetta er Roman er Beckham. Já, sko, nei, hann var með Romario. Romario? Nei, hvað var hann oftið með? Hann var með Brooklyn, eitt strákan eftir Brooklyn, af því að hann var fætti, Romeo. Hvað er hann gamall á Brooklyn? Brooklyn er rúglega verið eitthvað 10 ára eða eitthvað. Já, ok. En þetta er, sko, ég veit ekki, ferð að skýra... Þú ert ekki beint að skýra eftir, sko, frægum... Nei, kannski heyrur nafnið og finnst það flott. Já, já. En nú á ég engin börn, þú á 3 börn. Var vesinn að skýra? Nei, ekkert svo, sko. Nei. Það var bara fundið einhver svona óþjálnöfn og skýrt, sko. Það er ekkert rífist þetta hjá þér, eða? Nei, og lítið. Ég meina, Hugi, hann er nú aldrei að skýra í höfuð og celebrity. Já, hann gerði vel, já, Auðun Sölvi. Gæti ekki fundið flótara nafn. Nei, það er ekkert vesinn að finna nafn, sko. Nei. En það er miðst vest þegar að fólk er að skýra bara eitthvað svona út í bláinn, sko. Já, en sann, það er orðið algengar á Íslandi eins og Tristan og Blær og svona nöfnir er að verða algengari, sko. Eins og þú sagði París og... Já, en ég veit ekki, mér finnst það alltaf að vera eitthvað svona skrítið. Já, það er þetta ekki bara... Með fullri virðingu sem að... Þú ert svo old fashion, maður. Já, ég er ofsalega gömul sál. Já, þú ert það. Þú hræðist breytingar og nýjungar. Já, þetta er svona, þetta verður eitthvað svona, þetta kemur í svona skorpum, sko. Já. Þetta fólk fer að skýra eitthvað svona, verður eitthvað svona vinsælnöfn og svo deyja þau og kemur eitthvað nýtt, sko. Ég er miklu spenntur að fara eignast hund. Ég get náttúrulega skýrt hann það sem ég vil. Ég er aldrei að fara að skýra krakka minn Kurt, til dæmis. Kurt? Cobain? Já, ég ætla að skýra... Af hverju ætti þú að fara að skýra barnið þitt í höfuð á heroinsjúklingi? Nei, ég er ekki að tala um barnið mitt, ég var að tala um hund, ef ég eignast hund. Það að skýra Kurt Cobain? Nei, annarkvort Kurt eða Cobain. Hann fær ekki fullt nafn. Það er sko, Kurt er bara mjög flott nafn á hundi, finnst það ekki? Kurt? Já. Jú, Kurt. Þetta er samt svona skrítið, þú fattar aldrei, hvað heitir hann? Kurt, Blöft. Ok, hann er að fara að freka kannski í Cobain bara. Ég myndi alltaf skýra hundin minn Einar. Ef ég eignast eitthvað dýr, þá myndi það heita Einar. Einar er uppáhalds kallmannsnafni. Já, við enda höfum við oft talað um frænd okkar Einar. Já, Einar frændi. Og alltaf þegar ég er að hringja einhver síma og svona, þá sé þetta, já, góðan daginn, Einar heiti ég. Það er einhvern veginn alltaf svona top of my mind. En nú áttu 2 drengi, okkur heitir ekki annar þeirra Einar.
Það því að bara ég vil það ekki, sko. Nei, það bara flippjaður. Já, það svolítið hannig, sko. En ef þú eignast eins og dýr, þá myndu skýra það Einar. Alltaf. Einar Sverrisson. Einar Sverrisson. Þetta skemmtilega pælingar, en myndur þú einhvern tímann skýra barnið eitt Stan? Stan? Já. What a thinking. Kannski ekki svara það, þetta verður flottara. Fáum Stan hér með Eminem. Á FM 957 á þessum yndislega þriðjudegi. Það eru Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson sem sitja með ykkur hérna til klukkan 6 í dag. Hlustum á ljúfa tóna á milli þess sem að við, reynum að stytta daginn. Já. Með gleði og glensi. Það er votur þriðjudagur. Já. Rigning úti og... Það er svona úði. Byrja að dimma og... Það er úði. Það er kósi hjá okkur samt inn í stúdíónu. Já, og ég, eins og ég hef nú komið inn á, þá er ekkert sem að kæti mig meira heldur en myrkrið. Já. Og það nú er að koma myrkur og þá verður sveppurinn glaður. Þið líður best í myrkri? Já, svona í seinni tíð hefur myrkrið heillað mig. Já, mér finnst allt í lagi að fá smá myrkur. Hjöppin eitthvað hræddur við það? Já, hann er líka bara inn í honum með pínu lítill grátandi strákur. Já, sem er í stórum líkama. Já. Og virkar harður. Já. En það sem við ætlum að gera, þú last í fjölmiðlum í vikunni að menn eru hættir að strippa í jarðarförum í Kína. Já, ég man ekki inn á hvaða vef þetta var. Þetta voru örugglega verið DFF eða pressan eða eitthvað, sko. Já. Þá er þetta var svona inn á skrýtnu fréttirnar. Já. Að það var algengt á tímabili að vera með strippara í jarðarförum. Já, og skrítið að menn skulle vera hættið því. Já, því að þetta er náttúrulega léttir mannskapinn. Já, sveimið þá, væri ekki alltaf Verða með það stripp, maður. Bara hvað er þetta? Æ, þetta er kínversk hefð sem ég er að taka þetta upp. Já. En við ætlum að prófa að hringja til Kína. Já, spurja aðeins út í þetta og við höfum aldrei hringt til Kína. Nei, við ætlum að athuga hvort að Kínverjar kannist eitthvað við þetta og ég er að hringja núna hérna á hótel í Kína. Já. Og ef að fólk kann ekki ensku á hóteli í Kína. Já, en sko... Kínverjar eru náttúrulega 11.000 miljardar eða eitthvað. Já, það er alltaf að slatta liðið þarna, það er nokkuð ljóst. Já, þannig að þeir eru kannski ekkert beint eitthvað að sortsa inn einhverja túrista sem tala ensku. Good evening, 你好，北京抛物器店，请问有什么可以帮您的吗？ Good evening, do you speak English? Hold on, please. Okay. Evening, sir. How may I assist you? Yes, hello. We were wondering, we are coming to China and we are gonna book a room. Yes, yes, book a room. Yes. Yeah, and when is your arrival day? Probably next weekend, but there was two, three things we need to know about China first. Can you answer 2 questions for us? Is it okay? Next weekend, right? Yeah, okay. We were wondering, me and Mushroom. Nei, ekki segja strax, þetta er gaman. Sir, you can call the reservation tomorrow. Okay, but tomorrow 9 yes. a.m. Okay. Do that. Can you answer 1 question for us? In China, when there are funerals, are there sometimes strippers in the funerals? You know, dancing. Excuse me, sir. Is that sometimes in Chinese funerals? Funerals? What? Funerals. When somebody dies, there's a funeral. Yeah, there's a funeral. Do you sometimes have strippers in a funeral? You know, to light things up. Oh. Have you heard about it? You said somebody died. Yeah. And then? And then there's a funeral. A ceremony. A funeral, you know, when somebody dies, you have to have a funeral to put the body to rest. Do you sometimes... May I transfer my duty manager talk to you? Do you sometimes have strippers there? May I transfer to my duty manager and you talk with my duty manager, okay? So you don't know about it. What is your name? Hello. My name, Rai. Your name is Rai? No, my name is Maya, sir. Maya? Hey, my sister name is Maya. Maya's sister. Thank you. So you wanna book a room? Could you call this number and up to tomorrow 9 Yeah. 9 a.m. How old are you, Maya? Okay.
I'm 23. I'm 23, sir. You're 23? Okay. You have a beautiful voice. Oh, thank you. We are calling from Iceland. Do you know that country? Iceland, yes, sir. Yeah. We are there now, and you are in China. This is a long-distance phone call. So you wanna book a room right now, or? Have you had any Icelandic people in the hotel? Or is it the first time? Have you ever had Icelandic people there? Maya. Hold on, sir. Hold on. Maya. Majana. Nei, heyrðu, skellt hún á? Já. Það var henni líkt henni Maju. Já, þetta er bara svo Maja systir. Já, hún skellt bara á. Heyrðu, hún vildi ekki kannast við strippi í jarðaförum. Nei, hún samt neitaði því ekki. Nei, hún svona hló svona... Við komumst ekki til botns í þessum máli en tölum eins og við Kína. Já, það er allavega einhverju... skipt ekki máli. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélagunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magazine drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrvals af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magazine og Krúa Thai. Höfum opnað nýja og glæsilega verslun í Borgartúni. Kynntu þér spennandi opnunartilboð í Nýherjablaðinu sem fylgir fréttablaðinu í dag. Nýherji. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Komdu núna í Splash bílaþvottastöð við Hagarsmára 2 við Smáralind og láttu þrífa bíliðinn að utan. 40% afsláttur fyrir áskrifundur Stöðvar 2. Stöð 2 vild er snillt. FM 95 blöð. Á FM 95. Við kynnum nýtt tromp með lakrísborða í ljúffengum súkkulaðihjúp. Trompaði daginn, fáðu tromp. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Diamond segir Rihanna hér á þriðju degi með ágætislag hér á ferð. Ágætis, virkilega flott lag. Já, klukkan er að þetta 20:06. Það er Blöndal og Sverrir Sverrisson sem er með ykkur hér á þessum yndislega þriðju degi. Já, takk fyrir að bæta því við. Ég var að lesa hér inn á deva.is, Sveppi, að vinkon okkar, Leon C. Já. Hún er á leiðinni heim. Nú. Já, með fyrirsögninni Leon C. vill bjarga landinu, sendir inn lag í Eurovision og vill verða forsætisráðherra. Hvaða kjafta er þetta? Nei, þetta er ekki... Er þetta inn á DFF núna? Já, þetta er sem sagt fyrirsögnin og já, sko, það er eitt, við höfum nú fengið Leon C. til okkur í heimsókn. Já. Hún komast í 70 mínútur og já, hún er einhvern veginn alltaf með alltaf fótum sér einhvern veginn. Já, hotnum sér og alltaf rakka niður Ísland. Já. Og eins og hún segir hér, sko, tónlistamenn á Íslandi hafa verið að reyna að fela, hún ætlaði að taka þátt í Eurovision fyrir Íslands hönd. Já. Hún segir hér, tónlistamenn á Íslandi hafa verið að reyna að fela keppnina fyrir mér þegar ég bjó á Íslandi og sendi inn lög, þá var mér alltaf hafnað að fordómafullum aumingjum, spillingi var svo mikil að fólk í dómnefndinni sendi sjálft inn lög og kaus sjálft sig. Leon C. segist alls ekki hrifin af íslenskri tónlist og býst við að flytja aftur til landsins og taka málinn í sína hendur. Hvað er hún alltaf að gera þetta ef hún er orðin svona þreytt á Íslendingum? Já, maður veldur þessi fyrir sér. Já, hún gerir ekki annað heldur hún að rakka okkur niður. Já. Og bara virðist ekki þola Íslendinga. Nei, og hvernig er hægt að fela heila Eurovision-keppni fyrir mannesku? Já, sem að... Já, ekki það. Ég hugsa að þetta lag, sama hvaða lag kemur frá henni, ég er ekki bara komið tíma að Leon C. vinkon okkar, þau eru að face the facts. Já. Að tónlistin er bara ekki hennar tebolli. Nei. Þessi, sko, hún er búin að taka þátt í X-Factor í Bretlandi. Hún er búin að, nú, ef hún myndi heyrið mér núna, þá kallar hún mögulega bara fordóma fullt svín. En það hefur ekkert með það að gera hvað hún er fætt eða hvað hún er. Það skiptir með engum máli. Bara tónlistin hennar er bara léleg. Bara ekki nógu góð. Nei. Alls ekki, sko. Og hún verðist bara eiga mjög erfitt með að... Sætta sig við það. Hún minnir mig svolítið á Gils. Já. Egil er alltaf að tala hvað tónlistin á Mercedes Club hann viðbjörun hafi verið flott og þau hefur verið að túra um allt land. Þetta var horbjöður. Já, en sko, munurinn á Gils og Leon C. er að hann veit það. Já, einstinni veit það, sko. Hún nefnilega ekki. Heldur ekki. Er þetta... það er einmitt það sem ég ætla að spyrja hérna. Er þetta einhver gríma sem er búin að bara haldast núna í mörg ár? Þetta er búin að vera, ljótt að segja, hún er verið svona nokkurn veginn bara eins og trúður í fjölmiðlum. Já. Sko, ég held
svona, þegar öll botnin kvöld. Já, hún veit alveg, þetta sé ekki gott. Hún bara að berjast. Já, það alveg virðingavert, skilur. Nei, já, sko, ég held hún nenni ekki að vinna. Næstan, skilur, svona. En hvaðan koma tekjurnar? Viktor, maður. Já, ok, heldur hann sé að, hann rolling in the dough, eins og ég segja að núti, þar sem hann býr? Já, nei, ég veit ekki, þú þarf nú ekki að hafa eitthvað svaðalega tekjur, sko. Nei, ég veit ekki, hvað? Já, ég minna, diskarnir eru ekki að selja, hún eru ekki að fara í gull nein jól eða neitt annars, skilur. Ég hef bara aldrei séð disk frá henni, sko. Jó, hún kom með disk með sig, þegar hún kíkti á okkur í 70 mínútur. Já, þetta framleitt kannski í 200-300 eintökum, skilur. Já, hún það getur ekki verið eitthvað 10.000 stykki það er enginn að búið til 10 diska, sko, og ég man líka eftir hulstrunni hjá henni, þetta var svona eins og gerir sjálfur bara í prentara, svona litaprentara. Já, það er svolítið þannig, sko. Já, sem, en ég er ekki rakka hana niður fyrir að vera að búa til tónlist og gera það sem hún elskar, en að vera alltaf að kenna Íslendingum þessu fordómafullir og séu svo miklir aumingjar og astnar þegar tónlistarinn er bara ekkert betra en þetta. Nei, og það er alltaf einhverjir sem eru kannski með einhverja fordóma. Í hvaða landi er fólk að fá gæsa á þau við Common Victor? Já, það er enginn að tapa sér að búa til dans yfir þessu, sko. Nei, og svo man ég einhvern tímann þegar hún vildi ekki segja að hún var að fara að taka þátt í einhverjum sjónvarpsþætti. Já, sem var X-faktor úti. Nei, og svo löngu fyrir það bara, þegar við vorum í 70 mínútum eitthvað, þá vildi hún ekki segja bara því að þá hélt hún bara að það væri einhverju vondir menn á Íslandi sem myndi skemma það fyrir henni. Já, það er að fara að eyðileggja fyrir henni tækifærið. Já, en veistu hvað þáttur það var? Hvað? Eurotrash. Nei. Yeah. Hétt þátturinn Eurotrash? Já, mannstu ekki eftir Eurotrash? Já. Snild á þettir. Það var svona að taka svona ruslið í Evrópu og sópaði saman í eitt þátt. Og var hún þar? Já. Já, en hún var í þessum þætti, þú ert ekki að reyna að vera fyndin. Nei, já, ég hef nú ekki séð það, sko, en þetta kvíslaði mig lítill fugl. Já, en ég man líka þegar hún var hjá okkur, hún var rosalega... Já, alltaf með, eins og þú segir, alltaf með allt á hotnum sér einhvern veginn, sko. Já, og mannst ekki, svo við ætlum að blanda fyrir hann á ógeðstrykk, en við þurftum að opna allt fyrir framan hana. Já, máttum ekki leggja mjólkin á gólfið og... Nei, það máttu ekki vera opinn sinnepsdós, við þurftum bara, það þurfti að taka allt af beintur saman augun á henni, því að hún var vön því sagði hún að Íslendinga var að reyna að eitra fyrir sér. Hver er verið reynd að eitra fyrir henni? Já, ég meina, mannst ekki þegar einhvern tíma voru við veislustjórar hjá Marel og hún var að skemmta og hún þurfti að fá að vita einhverja neyðarútgangsleið ef allt er því vitlaust. Já, ef allt fari, og þarna þurftum við að vera að sýna henni hvar neyðarútgangurinn var. Já, hvað hélt hún? Einhverju starfsmenn Marels myndu bara ráðast á hann eftir sýningun? Já. Það er eitthvað... Skilur, það er, vantar náttúrulega blaðsíður, sko. Já, sveimi, eða nema þetta sé all in act, sem þetta gæti alveg verið. Skilur, það getur vel verið að hún sé bara að fíbla Íslendinga og þá hefur henni tekist það ágætlega. Já, ég vil fá hana hérna í spjall, ég þarf að ræða við hana. Já, ég var svo sem alveg til að fá hana í spjall, en ég skil samt ekki okkur hún alltaf að segja að Íslendingar séu svo fordómafullir og ógætlega, svo hún alltaf að koma aftur. Það er greinlega ekkert betra að núti. Nei, og hvaða lag getur hún samið sem er svona frábært í Eurovision? Ég var alveg til að heyra það, það getur vel verið að sé ágætis lag eða eitthvað, sko. Já, kannski hefur hún tekið þvílíku framfyrir sem lagahöfundur. Hún myndi ekki setja peningum inn á það, sant? Nei, aldrei, sko. Ég er alveg sammálið, þetta er, og getur orðið, það er eins og enginn þori að segja þetta. Nei, ég var einmitt að hugsa það. Af því að maður er alltaf, bara þú eru stimplaður bara sem fordómafullt svín fyrir vikið. En tónlistin hennar er bara rust. En hún er auðvitað frábær manneski. Ég er að segja það, tónlistin hennar er bara ekki nógu góð, þess vegna er hún ekki búin að menga sem tónlistakona, hvort á Íslandi eða annars þar. Það er verið að gera grín, sko, það er bara verið að hlæja. Þetta er svona, hún er brjálaður. Hún er á leiðin til landsins aftur allavega. Já, ég hlakka til. Florence and the Machine hér með lagið Sweet and Nothing og já, það er hins vegar komið núna að laginu á leiðinni heim og ég er búinn að velja virkilega gósi og gott lag hér fyrir ykkur kæru hlustendur. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum í heiminum en það spila ég alltaf bara svona lög sem ég fíl í tættur hérna. Og þetta lag er á plötu sem hefur oft verið valin besta plata í heimi, sko. Já, hún hefur oft verið tilnefnd og er talin einu besta plata allra tíma. Já, hún er alltaf í kringum Bítlana og þess að sko. Enda er þetta hljómsveit sem ég væri virkilega til að sjá á tónleikum og þetta lag hefur svo sem verið spilað áður í þessum þætti en það er orðið mjög langt síðan. Þetta er svona lag sem við getum hlusta endalaust á. Já, horfður á Entourage? Nei,
Nei, ok, það eitt af mínum uppáhaldsatriðum í þeim þætti þetta lag kemur einmitt þegar að Vinny Chase og Ari Gold eru kannski að fara að hætta samstarfi sinni því að Ari Gold umboðsmann hans að fara að taka við The Head Studio þá Vincent Chase á leiðinni til Hawaii með einhverju supermodulum en Ari Gold í engaþóttunum við hliðina og að fara með einhverjum rosa boss til Sviss þá þetta lag svona undir og þeir eru svona horfa á hvern annan í flugvélunum. Já, þetta er hallarslegt að segja frá en þú myndir sjá atrið þá ógeðslega flott. Það eru örugglega einhverjir andurras aðdáendur núti byrjar að fatta hvað lagið á leiðinni heim er. Þetta að mínum mati eins og ég sagði það eitt besta lag allra tíma og heitir Fake Plastic Trees. Setjum þá. Tveir harðir í FM 95 Blu ætla að vera í beinni útsendingu frá skemmtigarðinum Smáralind á föstudaginn. Í tilefni þess að nú búið að kaupa ný tæki og breyta efri hæðinni í skemmtigarðinum í Smáralind fyrir fullorðna ætla Auðun Blöndal og Gils að bregða út af vananum og senda FM 95 Blu í beinni í boði Pepsi. Fylgist með á FM 957 og vinahópurinn þinn gæti fengið boð í partí frá klukkan 5 til 8 á föstudaginn. Fastar og fljótandi veigar í boði, frítt í öll tæki og Sverrir Bergmann spila fyrir gesti. Á sama tíma skemmtigarðurinn að kynna nýtt tilboð. Partítilboð Pepsi. Komdu, fáðu skorkort og kepptu við vinið þína í glænýjum og geggjuðum leikjum fyrir fullorðna. Þú borgar 1990 kall eftir klukkan 7 allar helgar og spilar í öllum tækjunum eins oft og vilt í 60 mínútur. FM 957 og skemmtigarðurinn Smáralind efri hæð, nú fyrir fullorðna líka. FM 957 kynnir hleðslu íþróttadrykk með súkkulaðibræði. Hleðsla fæst nú í fernum með súkkulaðibræði. Fylgstu með á FM þar sem við munum gefa helling af þessum magnaða drykk. Heiðar og Pétur munum spyrja löfléttra íþróttaspurninga næstu daga og þeir sem svarar rétt fá kassa af hleðslu í velun. Í hleðslu engin hvítur sykur, engin sætuefni og eini drykkurinn sem inniheldur eingöngu íslensk prótein sem unnin eru úr íslenskri mjólk. FM 957 og hleðsla. Hey þú, já þú, viltu nægilega í splunkunni að iPhone 5 síma? FM 957 og 1011 í samstarfi við eSíman.is vilja gefa þér iPhone 5. Endur í næstu verslun 1011 og keyptu Stimmuroll og þú ert komin í pottinn. 5. 1. nóvember verður síminn dregin út í beinni útsendingu hjá Heiðari Ausmann. Einnig verða gefnir frábæri aukavinningar frá Stimmuroll. FM 957, 1011 og eSíman.is. Í dag ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á orku og sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Orkusalan og Höfuðborgarstofa í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands leitað opnunaratriði fyrir vetrarhátíð í Reykjavík 2013. Yfirskrift hátíðarinnar magnað myrkur og umsóknarfrestur til 16. nóvember. Allar nánari upplýsingar á hönnunarmiðstöð.is og orkusalan.is. Orkusalan í stuði á vetrarhátíð. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða í síma 58 12345. Ef þú fjárfestir framtíðarinnar, taktu þátt í ávöxtunarleik Keldunar á Vísi og farðu í ferðalag fjármálaheiminn. Hver keppandi fær 10 milljónir keldukróna til að fjárfesta. Glæsilegir vinningar í boði. Flug með Icelandair til New York og inneignir í sjóðum Vaffi B fyrir alltaf 200.000 krónur. Skráðu til leiks inn á vísir.is. FM 95 Blu á FM 95. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 klukkan að verða 6 við sveppurinn að kveðja þennan þriðjudaginn. Þriðjudaginn? Já, búið að vera mikið stuð. Já. Hvernig finnst þér nýju talandi byrn? Mér finnst hann æðislega. Þú veist ekki annað með hann? Já. Já, hvað heldur þú alltaf gerast hér hjá okkur strákunum? En áður við kveðjum að þá ætlar, Hringtorg að bjóða okkur upp á dagskrána í kvöldu. Við skulum, fá trailerinn svona til þess að ramma þetta inn. Já! Sæktum bláakortið á hringtorg.is og náðu í Hringtorgs-appið í síman. Það borgar sig. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Það er að gera að sækja Hringtorgs-appið í síman en... Ég ætla að gera það núna. Já, gera það bara strax. Það sem er á dagskrá stöð 2 í kvöld er,
við byrjum á, skal ég segja, Malcolm in the Middle, 20 mínútur yfir 7. Vangið. Frábær þáttur. Það er reyndar mjög gaman. Ég er að horfa núna á hérna Breaking Bad. Hefur orðað á þetta þessu? Já. Það er mjög fyndið að sjá munin á pappátnum í Malcolm in the Middle og svo þegar hann er í Breaking Bad. Stórkostlega leikari þar á ferð. Svo kemur í einn af mínum uppáhaldsþáttum Modern Family. Korter í 8, frábær þættir. Hvað er hann? Hann er korter í 8. Svo kemur nútíma fjölskylda. Anger Management með vinn okkar Charlie Sheen. Já, klukkan 8:30. Ok, 20:30. Já, og svo förum við í Chuck klukkan 5 mínútur í 9. Hvað er Chuck? Chuck, það er skemmtilega þettir. Ok, cool. Svo förum við í Weep og svo Weeds klukkan 10 mínútur yfir 10. Weep og Weeds? Það reynda þáttunum sem ég býði spenntastur eftir í kvöld er The Daily Show, Global Edition. Mér finnst það skemmtilega þettir, Jon Stewart. Já. Var þetta dagskráin Stöð 2? Þetta er dagskráin hjá Stöð 2 í kvöld. Endilega tjekkið á henni, en Sveppi búið virkilega gaman að vera hérna með þér í dag. Sömuleiðis. Rikki G mættur inn í stúdíóið í nýrri skyrtu. Þessi er helviti flott, Rikki. Já. Bara mjög cool skyrta. Hvað er þetta? G-Star? Já, Rikki G-Star. Hann er rosalegur. Hann ætlar að leiða ykkur hér inn í kvöldið. Við Pétur Jóhann verðum mættir hér klukkan 4 á morgun og verðum með ykkur til 6 á. En Sveppi... Eins og ég segi, Öddi og Sveppi out. Öddi og Sveppi out. Það er alltaf töff að segja það. Já, enda þetta lagi sem að... Siggi Hlöð er farin að gera þetta. Já. Það er allir farin að gera þetta, sko. Menda þetta upp á slægin á Sveppa. Já. Það er David Guetta og Akon. Endilega twittið um þetta og sendiði mér appið. Sexy bitch.